Skeljar. Öll hús eru hús við sjóinn ef maður bara fylgir lögnunum nógu langt eftir. Stundum, þegar hún krýpur á köldum flísunum, finnst henni hún heyra daufan óm af fuglagargi upp úr klósettskálinni. Og þá hugsar hún söguna af sjómanninum sem var spáð sjódauða og hætti að róa út. Hvernig hann flutti eins langt inn í land og hann komst. Hætti að borða sjávarfang, varð tortrygginn út í hvern einasta vota stein sem varð á vegi hans í mörg ár. Þangað til einn daginn að hann sofnaði á verðinum. Bauð 2 skipbrotsmönnum gistingu. Hún hugsar sjóstakkana þeirra, hvernig þeir hengdu þá upp og hvernig það draup af þeim á forstofugólfið yfir nóttina, hreyfingarlaust andlit mannsins í pollinum í dögun. Að lifa er að sofna á verðinum. Að deyja er að sofna á verðinum. Eins og járnsmiður, hugsar hún, sem gerir vettvangsrannsóknir á skósólum. Eins og konu sem spáð sjódauða en flytur samt inn í hús þakið skeljum.